Sko við erum sko nokkri tugir manna sem að þekktum séra Friðrik þegar hann aldursniginn. Við vissum það og það til dæmis hafa skrifað séra Valgeir Ástrásson sem að mætti reglulega og las fyrir hann úr blöðunum eftir hann sko misti sjónina. Jú. Ástráður pappans var það formaður KFUM. Nú séra Halldór Gunnarsson í Holti sem að lýsir frá því þegar að séra Friðrik fer með hann út í kapelli í Vatnaskógi og semast leggur hönd á höfðans og kissir hann og biður fyrir honum. Ekki dörfið, svo labba þeir bara tilbaka inn í skálan. Það var ekkert athugavert við þetta. Nú, það eru samt einhverjir sem myndi í dag segja satt hann höndin og höfuð hans og kisti. Þetta alveg svæsið. Já. Þetta náttúrulega... það var ekki þannig að Friðrik tók stráka í fangið og kisti þá á kinnina. Ég meina það var það sem að gerðist. Ég meina það var fyrir allra augum nýri KFUM húsi á sína tíma. Nú ég þekki það sjálfur af því að ég kynntist séra Friðrik og hann reyndar vék úr rúmi fyrir mig að því ég vektist þegar ég var í fyrsta skipti í Vatnaskógi og sýndi mér allan alúð og kærleika. Aldrei nokkuð tíma var farið yfir nein mörk og við erum með sko hundruðir manna sem störfuðu með séra Friðrik á hans yngri árum og síðan alveg fram eftir. Aldrei nokkuð tíman kom nokkuð fram á þeim tíma að væri nokkuð athugavert. Býtu sögurnar sem við erum að segja þegar hann orðinn gamall maður, hefur sko ekki fulla hreyfigetu og hálf blindur eða alveg blindur og hann að reyna að gera sig grein fyrir því hvernig þú lítur út eins og sko Helen Keller sem var nú fórustummaður blindur á sínu tíma og aðrir blindir, þeir eru að fara höndum andlitið til að átta sig á því hvernig þú lítur út. Og á þeim tíma hann sakaður að hafa á þeim tíma verið með eitthvað kynferðislegt í hyggju þegar hann á þeim tíma rannsókn séra Bjarna og Sigrúnar Júlíusdóttir í Raun og þau dæmið sögðunafna á þeim tíma á þeim tíma sem hann orðin þetta gamall þegar menn orðin blindir og þetta gamlir og hreyfihamlaðir að það var nú sko kyn þú veist að menn verða nú kynlausir sko ef að kynkvötin situr yfirleitt ekki ein eftir. Nei, einmitt, þannig að þetta er býstna ósennilegt. Sko í raun með að við lýsinguna sem kemur að þessu þá er þetta alveg út í hött að mínu viti, gjörsamlega út í hött og ég verð að segja það eftir ég skrifaði grein í þessu sambandi sem ég dæmi réttlátan dóm þessa málsmeðferð á séra Friðrik. Við vorum að tala þá áðan að vera í hópi sko meginströms þjóðarinnar. Ég hef aldrei fengið önnur eins jákvæð viðbrögð við nokkurri grein sem ég skrifaði eins og þessari grein, aldrei nokkru sinni. Fólki hefur misboðið að sé verið að sverta minningu látinsmanns sem getur ekki varið sig. Jú, en af hverju þá ekki brugðist rétt við? Af hverju afhendir sko Reykjavíkurborg hefur tekið styttuna í sína vörslu til hvers? Til að geyma hana einhvers stað þar sem enginn fara að sjá hana, ekki listamannsins fyrir fram á það að fá styttuna afhenda, Reykjavíkurborg neitar því. Á hvaða grundvelli? Á Reykjavíkurborg styttuna? Nei, þetta eru samskot sem var gert þannig að Reykjavíkurborg lagði ekki eina krónu í það. Mér skilst að sá reitur sem var valinn hafi verið í eigu ríkisins þegar þetta gerðist. Þannig að Reykjavíkurborg getur ekki gert kröfu á þeim grundvelli. Þannig að þeir eru raun að stela þessari styttu. Og það er bara spurningin það hvort þeir sjá að sér og afhenda friðsamlega án þess að til málaferla þurfa að koma ekkunni styttuna. Síðan það framtíðarinnar að dæma réttlátan dóm og hafna þessum ásökunum á hendur séra Friðriks og setja styttun upp annar staðar. Þar sem hún verður aðgengileg öllum sem vilja sjá hana.